Við ætlum að setja ykkur í samband við Hveragerði og menningar og frístundafulltrúi þar Jóhanna Margrét. Komdu sæl. Blessar og sæl. Og gleðilegt sumar. Já, sömuleiðis. Hvernig hefur svona, sumarinn hefur fallið vel í alla hérna á Suðurlandi, búið frábært veður? Alveg frábært veður. Helgin náttúrulega var æðisleg. Var það ekki? Jú, alveg meiri háttar og það bara bjart framöndan. Heldur betur. Heldur betur. Það ekkert hægt að segja neitt annað. Þótt að komið smá rigning helgina, það bara gott fyrir gróðurinn. Er það ekki bara gott fyrir gróðurinn? Jú, og gott fyrir... Það málið. Við þurfum alltaf að hugsa gróðurinn þegar þarf að rækta líka. Sko. Jú, það alveg rétt. Þannig að sálinn okkar þarf sólina og gróðurinn regnið. Sko. Já, og veiðimennirnir, þeir vera líka kátir með það ef það smá rigning. Mjög kátir. Þá koma leysingarnar og átna tilbúnar fljótlega og... Nákvæmlega. Þetta flott. Hvað annars að frétta af ykkar svæði? Heyrðu bara mjög gott. Það náttúrulega alltaf nóg að vera. Í dag að opna myndlistasýningu á bókasafninu. Já. Og það einmitt sýningaropnun núna klukkan 17:30 í dag. Og þar verið að, það María og Guðni Már Henningsson sem að sýna þarna. Og við opnunina flytur Rúnar Þór Pétursson okkur lög. Já. Þannig að það ágætt að vera svona í dag og svo á morgun 1. maí, þá eru tónleikar og það söngsveitin sem svona með vortónleika og ætlar að flytja okkur síkild sönglög eftir svona ýmsa meistara. Já, glæsilegt. Þannig að það Ég sé hérna skemmtilegi tímar hérna. Sound of Music og West Side Story, Sound of Music og West Side Story og fleira. Já, og viðsælingarnir og það eru gestasöngvarar líka þarna, það Þór Breiðfjörð tenor og Kjartan Valdimarsson píjónuleikari og svo eru fleiri, það eru meðal annars Drengjasveit tónlistarskólans, Berglind Ólafsdóttir, það stúlka, ung stúlka hérna úr Hveragerði, syngur með þeim. Þannig að þetta verður voða gaman. Glæsilegt. Já. Hvað með mér okkar að spyrja út í 1. maí, ertu vön að fara í einhverja kröfugöngu? Heyrðu, nei, við vorum einmitt að tala þetta hérna á kaffistofun áðan að það voru einhverjir á kaffistofunni sem ætlaði að skella sér í kröfugang á 1. maí. Þetta aldrei sleppa því. En ég hef aldrei farið í kröfugöngu. Ég nota þetta bara sem slökun á dag. Já, að sjálfsögðu. Það kannski slæmt að gera það en ég reynir bara að hugsa því meira til þeirra sem í göngunni. Já, nákvæmlega. Er það svo ekki, leikur í fótboltanum það ekki? Jú, það má eiginlega segja fyrsti útileikurinn hér. Það á Hamarsvellinum. Grýluvöllurinn nú aðal keppnisvöllur þeirra í Hamri en Hamarsvöllurinn verður notað núna. Hann svona í þokkalegu standi, hann allavega grænn og ókalinn. Já. Ég heyrist það nú aðal vandamáli á Suðvesturhorninu. Akkurat. Það eru margir vellir sem koma illa undan vetri. Já, mjög illa. Þannig að þetta Borgunarbikarinn og það Snæfell úr Hólminum. Þeir eru að koma í heimsókn. Glæsilegt. Og síðan áframhaldandi fjör hjá þeim fótboltamönnum. Það verður herrakvöld Hamars á laugardagskvöldið á Hótel Örk. Já. Þannig að allir herramenn Suðurlands ættu nú að skella sig bara á herrakvöld. Já, heldur betur. Ég get ekki látið mig vanta þar. Nei, þú verður að mæta þar. Það sjálfsögðu. Ekki spurning. Það ekkert annað í stöðinni. Nei, og svo náttúrulega bara svona hefðbundi, það mikið til opið allt saman hjá okkur alltaf á þessum hátíðistöðum, sundlaugin opin á morgun og víða í bakaríum og svona þannig að fólk getur komið í bæinn og fengið sér snarl og sundsbrett. Akkurat. Ég út í sundlaugina, ég búin að vera mikið spurður það hvort að þessi þrautarna verði eitthvað áfram hérna eða hvort hún komi aftur upp eða? Já, hún mun alltaf koma poppa upp af og til. Við ætlum reyndar ekki að auglýsana endilega opna á morgun. Við erum svona, maður segir alltaf þetta líka svona ákveðin sólarbraut, gaman að hafa hann opna á góðveru stöðum og svo getum við sett svona hluta út í laugina. Þannig að við ætlum stundum að gera það. Stundum verður þarna hindrunarkastalinn að flota laugina og stundum rennibrautin, þannig að við ætlum að reyna svona nýta hluta úr brautina. Við erum náttúrulega nýbúin að kaupa þetta, við erum svona enn að móta varðandi festingar og svona. Þannig að við ætlum að taka okkur bara ákveðin tími að svona taka þetta svona í hlutum líka. Akkurat. En brautin verður ekki upp á morgun.
Nei. Því miður, nema kannski grindin, það gæti verið. Já. Það verður bara svona komið ljós. Þetta að gera mikla lukku, þessi leiktæki. Rosalega spennandi. Fórstu ekki í þetta páskana? Nei. Það stundum bara svo mikið að gera. Ég veit það. Maður kemst ekki að lifa þetta. Þú átt bara eftir að koma og prófa. Já, nákvæmlega. Þetta búið að vera mjög vinsælt og bara frábært að fá þetta inn. Já, aðeinslegt. Alveg frábært. Svona lokum og þá langar mér að nefna síðan á sunnlenska.is að nú á að fara að kaupa leiktæki fyrir skólasel og hjólaróló. Já, það á aðeins svona að bæta við og bara endurnýja og aðalega endurnýja bara og svona það ákveðna viðhaldsframkvæmdir líka sem á að vinna á leikvöllum. Þannig að þetta bara svona árlegt sem nauðsynlegt að gera á hverju einasta ári og það bætist aðeins við að nýju leiktækjum líka, þannig að Akkurat. Það ágætt. Og sumarið framundan þá ekki alveg tilvalið að hvetja íbúa að taka til í garðinum og gera klárt fyrir sumarið? Jú, ekki spurning. Ertu dugleg í því? Prestur Bermar. Ég mikil garðakona. Já. Ég með stóra tjörn og styrkaði tjörninni og já. Ertu með græna fingur? Já, ég nefnilega með græna fingur. Mikið af þeim. Það æðislegt. Já. Jóhanna Margrét, takk hérlega fyrir spjallið og eigðu bara góðan dag á morgun, út í fríi. Takk sömuleiðis. Takk fyrir það, við heyrjumst eftir viku. Já. Takk.